Stjórnvöld þurfa að koma upp opinberri skráningu raunverulega eigendur aflandseigna. Þetta segir hagfræðingur sem aðstoðar íslensk stjórnvöld í aðgerðum gegn skattaskjólum. Hann segir að Íslendingar í aflandsumsvifum hafi skipt bresku jómfrúaeyjum út fyrir Evrópulönd. We've substituted the Netherlands and Luxembourg for BVI. Fjárfestar ætla að reisa einkasjúkrahús álíka dýrt nýjum Landspítala í Mosfellsbæ. Sjúkrahúsið verður fyrir útlendinga en Íslendingar geta leitað lækninga þar ef þeir greiða fyrir þær sjálfir. Framkvæmdir við 50 milljarða króna einkasjúkrahús hefjast í Mosfellsbæ næsta vor ef áætlanir fjárfesta ganga eftir. Forsvarsmaður fjárfestanna segir að ekki sé ætlunin að sækjast eftir íslenskum læknum til starfa. Allt frá því fyrir hrun hafi verið fluttar fréttir af áformum að byggja upp heilbrigðisþjónustu fyrir efnaða útlendinga á Íslandi. Í dag færðust slík áform nær því að raunveruleika þegar að bæjarstjórinn í Mosfellsbæ undirritaði samkomulag að úthluta lóð fyrir einkasjúkrahús og sjúkrahótel hér fyrir ofan bæinn. Sjúkrahúslóðin norðan Hafravatns skammt fyrir ofan Reykjavík í hlíð þar sem horft yfir Mosfellsbæ. Forsvarsmaður fjárfestingarinnar hollenskur fyrrverandi bankamaður. This is about in total 12 hectares and the main thing is to build here the hospital, the hotel related to that, the boutique hotel, and behind us on the height over there you will find a retirement center in our master plan. That is something that will be revealed after the finishing of the hospital and the hotel. Fjárfestarnir hafa efnt til samstarfs við spænskan hjartalækni Pedro Brugada og ætlað að bjóða upp á hjartalækningar og meðferð við tengdum sjúkdómum. Markhópurinn Evrópubúar og Bandaríkjamenn. Middledorp segir að staðurinn hafi verið valinn með endurhæfingu sjúklinga í huga, fjarri þys og pólitískum óróa í Evrópu og Bandaríkjunum. To be in full nature and if you look around us here, then you can see what I mean. This is the most ideal place on earth to recover after heavy surgery. Hann segir að sjúkrahúsið verði ekki aðeins fyrir þá allra efnuðustu. Absolutely not, because we are talking about health insurance that is payable for the majority of the population in Europe and especially also in the United States. Middledorp segir að það sé alls ekki ætlunin að markaðsetja sjúkrahúsið fyrir Íslendinga, þótt þeir komi óhjákvæmilega til með að geta sótt þjónustu þess hafi þeir réttar tryggingar. But more than ever, we made an agreement with the Icelandic healthcare system that we are not looking for Icelandic patients unless they are able to pay their own surgeries and not applying for Icelandic healthcare system to pay for them. Middledorp segist hafa orðið var við efasemdaraddir áhrif einkasjúkrahússins á íslenska heilbrigðiskerfið, meðal annars á Landspítalanum, en það hafi breyst eftir að Brugada kom í heimsókn til Íslands í vor. Brugada made a clear statement. We will work here together or we will not even start. So the agreement is there on the table, a gentleman's agreement that we will bring added value, but that we will not apply for the Icelandic doctors. Leynd ríkir nær helming eignarhalds hins fyrirhugaða sjúkrahús. Íslenska einkahlutafélagið sem fékk lóðinni úthlutað að sögn fjárfestanna í 98% eigu hollensks félags. Middledorp segist sjálfur eiga 51% í því félagi, en 49% séu í eigu fjárfestingasjóðs sem samkvæmt hollenskum lögum megi ekki gefa upp hverjir standa á bakvið. Búið sé að tryggja fé og vonast sé til að framkvæmdir hefjist næsta vor. Heildarkostnaðurinn sé 50.000 milljónir króna, en það álíka mikið og kostnaður við nýbyggingar nýs Landspítala. Ekkert samkomulag hefur verið gert við íslensk heilbrigðisyfirvöld einkasjúkrahús í Mosfellsbæ, segir heilbrigðisráðherra sem heyrði fyrst hugmyndina í fréttum í gær. En við snúum okkur að öðru því heilbrigðisráðherra heyrði fyrst einkasjúkrahús í Mosfellsbæ í fréttum í gær og segir að ekkert samkomulag hafi verið gert það við íslensk heilbrigðisyfirvöld. Fjárfestar vilja reisa einkasjúkrahús í Mosfellsbæ. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ undirritaði samkomulag lóðir fyrir sjúkrahúsið og sjúkrahótel í gær og gert ráð fyrir því að það verði álíka dýrt og nýr Landspítali. Bæði settur landlæknir og heilbrigðisráðherra heyrðu fyrst af málinu í gær. Já, ég heyrði að þessum fjárfestingaráformum fyrst í fréttum ykkar. Fjárfestir sagði í fréttum í gær að samkomulag hefði verið gert við íslensk heilbrigðisyfirvöld og að ekki stæði til að sækjast eftir íslenskum læknum. Við höfum ekki gert neitt samkomulag. Þetta snýst það að eins og ég skil fréttirnar að þarna áform upp byggingu 1000 manna vinnustæðar. Það höfum við
hvorki heyrt af né rætt. Sjúkrahúsið er fyrir útlendinga en Íslendingar geta leita þar lækninga ef þeir greiða fyrir þær sjálfir. Það eru áform og fyrirætlanir sem að ganga í rauninni þvert á áratuga stefnumörkun. Það eru allir stjórnmálaflokkar mjög harðir á því að við eigum ekki að byggja hér upp tvöfalt heilbrigðiskerfi og áform mín er ekki í þá vera að breyta neinu í þeirri ágætu stefnumörkun. Settur landlæknir sagði í hádegisfréttum að óhjákvæmilega hefði sjúkrahúsið mikil áhrif á íslenskt heilbrigðiskerfi. Ef af yrði er það alveg ljóst eins og settur landlæknir sagði, myndi þetta hafa mikil áhrif en ég hefði nú viljað kynna mér hugmyndirnar og sjá eitthvað út af hvað þetta gengur áður en ég fer að tjá mig nokkuð innihaldið. Fjárfestir í fyrirhuguðu einkasjúkrahúsi ætlar að byggja sjúkrahúsið fyrst og sækja síðan leyfi fyrir því. Málið hefur ekki verið rætt við heilbrigðisráðherra. Ekki verður sótt leyfi fyrir einkasjúkrahúsið í Mosfellsbæ fyrr en búið að reisa það, segir fjárfestir. Formaður velferðarnefndar Alþingis segir að starfsemi sjúkrahússins geti grafið undan íslensku heilbrigðiskerfi. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ undirritaði samkomulag lóð fyrir einkasjúkrahús í fyrradag. Henry Middledorp fjárfestir sagði í fréttum að samkomulag hafi verið gert við heilbrigðisyfirvöld og að ekki verður sóst eftir íslenskum læknum. Landlæknir sem veitir leyfi fyrir starfsemi af þessu tagi heyrði fyrst málið í fréttum og heilbrigðisráðherra kannast ekki við samkomulag. Fjárfestarnir hittu heilbrigðisráðherra í maí. As a matter of fact, we didn't discuss this with the Minister of Healthcare. Þá hafi verið rætt mögulega starfsemi spænska hjartalæknisins Pedro Brugada í klínikinni í Ármúla. Not to this project in Mosfellsbæ, because at that time we didn't even have a clue that it would be Mosfellsbæ. Ekki verður sótt leyfi til landlæknis nú. You can only apply for it after building the hospital because they inspect existing facilities after everything is done. In 3 years from now, then the Directorate of Healthcare will come into the picture to say we agree that you can explore it, yes or no. So the architects, the engineers, the contractors have been appointed recently, and that is the starting point, so we are just at the beginning. Middledorp segir að með verkefninu komi aukin verðmæti og íslenskir læknar erlendis gætu jafnvel hugsað sér að koma til starfa. En þeir þá ekki að koma til að gera aðgerðir á sjúklingum sem þurfa að borga að fullu? Well, we are working with foreign patients from abroad, of course, and since they are paying anyway, so would it not be great to see them paying to the Icelandic doctors and have that money taxed over here? En þetta þýðir að sjálfsögðu að það mun verða yrði á þessu sjúkrahúsi starfsfólk sem að mestu leyti yrði annars inn í íslensku heilbrigðiskerfi og grefur þar með undan kerfinu. Heilbrigðisyfirvöld þurfi að meta hvort þessi starfsemi sé leyfisbær. Þetta er stór pólitísk spurning, samfélagspólitísk spurning og þar það ekki bara hreinn lagabókstafur sem ræður, heldur framtíð íslenska heilbrigðiskerfisins í húfi. Nú þegar erfitt að manna heilbrigðisstofnanir hér á landi og kvíðvænlegt ef starfsfólk þeirra flyst yfir á nýtt einkasjúkrahús í Mosfellsbæ. Þetta segir formaður félags hjúkrunarfræðinga. Formaður félags hjúkrunarfræðinga setur spurningamerki við nýtt einkasjúkrahús í Mosfellsbæ. Nú þegar sé erfitt að manna þær heilbrigðisstofnanir sem hér eru og hjúkrunarfræðingum eigi eftir að fækka verulega á næstu árum. Til stendur að reisa 50 milljarða króna einkasjúkrahús í Mosfellsbæ næsta vor. Settur landlæknir sagði að það ætti eftir að hafa áhrif á íslenskt heilbrigðiskerfi og heilbrigðisráðherra sagði að það væri þvert á áratuga stefnumörkun. Sviðsstjóri eftirlits og frávika hjá embætti landlæknis sagði í hádegisfréttum að ekkert í lögum banni að komið sé á fót einkasjúkrahúsi ef það uppfylli skilyrði landlæknis, þó svo talið sé að það geti haft slæm áhrif á opinbera heilbrigðiskerfið. Ekki stendur til að sækjast eftir íslenskum læknum til starfa á einkasjúkrahúsið en gera má ráð fyrir að sóst verði eftir öðru heilbrigðisstarfsfólki. Þýðir þetta þá ekki ný tækifæri fyrir íslenska hjúkrunarfræðinga? Jú, það eru tvær hliðar á þessu máli. Það annars vegar nýr starfsvettvangur, spennandi atvinnutækifæri og hins vegar bætt launakjör og starfsumhverfi. Skortur á hjúkrunarfræðingum og þeim á eftir að fækka enn frekar á næstu árum. Við erum búin að sjá það fyrir að innan 3 ára verður 25% starfandi hjúkrunarfræðinga sem eru starfandi í dag
orðin 60 eða eldri og geta þar með hafið töku lífeyris. Þannig að okkar áætlanir í dag eru að á næstu árum mun okkur vanta rétt tæplega 900 hjúkrunarfræðinga miðað við stöðuna eins og hún er í dag. Helmingur hjúkrunarfræðinga hér á landi starfar á Landspítalanum. Ég horfi náttúrulega til þess með kvíða í hjarta ef að það verður tilflutningur á hjúkrunarfræðingum af þeirri stofnun yfir á aðra. Því að nú þegar eru mönnunarvandræði meðal annars á Landspítala og svo sem ekki Landspítala bara heldur líka í heilsugæslunni og öldrunarheimilum. Guðbjörg setur spurningamerki við nýtt einkasjúkrahús. Ekki nema þeir ætli líka að flytja inn annan mannefla eins og hjúkrunarfræðinga og aðrar heilbrigðisstéttir. Fyrst eigi að laga það sem laga þarf í opinbera heilbrigðiskerfinu. Og halda í okkar færa og góða fólk og sinna okkar verkefnum fyrst og fremst. Byrja á því áður við förum að gera eitthvað annað. Landlæknir getur ekki synjað nýju einkasjúkrahúsi leyfi á grundvelli meintra skaðalegra áhrif á íslenskt heilbrigðiskerfi. Landlæknir hefur enga heimild til að hafna umsóknum leyfi fyrir nýju einkasjúkrahúsi vegna meintra skaðalegra áhrif á íslenskt heilbrigðiskerfi. Þetta segir settur landlæknir og það er Gunnar Atli Gunnarsson sem tekur nú við. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ undirritaði fyrir helgi samkomulag lóð undir 30.000 fermetra byggingu fyrir einkasjúkrahús sem á að rísa við Sólvelli í Mosfellsbæ. Sjúkrahúsið er ætlað fyrir útlendinga en Íslendingar munu geta leitað lækninga ef þeir greiða fyrir það sjálfir. Áætlaðra framkvæmdin verði álíka dýr og nýr Landspítali. Þeir sem standaði framkvæmdunum hafa sagt að sótt verði leyfi fyrir starfseminni þegar framkvæmdum er lokið en vonast er eftir að það verði eftir 3 ár. Þessir aðilar fullir að búið sé að fjármagna bygginguna og nú hefur lóð verið úthlutað hér í Mosfellsbæ. Framkvæmdin hefur verið harðlega gagnrýnd meðal annars af þingmönnum og forsvarsmönnum í heilbrigðiskerfinu og því vaknar spurningin, geta stjórnvöld með einhverjum hætti komið í veg fyrir að sjúkrahúsið taki til starfa ef vilji er til þess? Í 27. grein laga heilbrigðisþjónustu kemur fram að þeir sem hyggjast hefja rekstur heilbrigðisþjónustu skulu tilkynna fyrirhugaðan rekstur til landlæknis. Þá kemur fram að landlæknis staðfesti hvort fyrirhugaður rekstur heilbrigðisþjónustu uppfylli faglegar kröfur og önnur skilyrði heilbrigðislöggjafar. Hverjar eru þessar kröfur? Jú, þetta er líka útlistað í reglugerð og þá er það fyrst og fremst litið til húsnæðis, til tækja og til starfsmanna. Það er að segja að menn hafi nægilega menntun og sérfræði viðurkenningu hér á Íslandi. Þá eru kröfur varðandi sóttvarnir, færslur í sjúkraskrár og fleira. Fullnægi umsóknaraðili þessum kröfum er umsókn samþykkt. Ekki sé því heimilt að hafna umsókn til að mynda á þeim grundvelli að starfsemi hafi skaðleg áhrif á íslenskt heilbrigðiskerfi. Ég tel að það sé ekki inn í núverandi lögum og reglum að menn geti tekið afstöðu á einhverju svona pólitískum eða afleiðingum af svona sjúkrahúsi. Sagði settur landlæknir fyrr í dag en Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, sagði í grein í Fréttablaðinu í morgun að þessi spítali myndi rústa því sem eftir væri af íslenska heilbrigðiskerfinu. Lífi og limum landsmanna væri ógnað af þessum spítala. Kári, hvers vegna mun þessi spítali ef af honum verður hafa þessi áhrif? Það eru nokkrar ástæður fyrir því og svo mikilvægast er svo að það er gert ráð fyrir að þessi spítali muni ráða 1000 manns til starfa í samfélagi þar sem að heilbrigðiskerfið á mjög erfitt með að manna sína stofnanir og ef allt í einu er komið saman 1000 manns þá reikna ég með því að það yrði gífurlega erfitt að halda á opnum Landspítalanum og öðrum þeim stofnunum heilbrigðiskerfisins sem við þurfum á að halda. Annað er að það vaknar hjá manni spurningar hvers vegna þeir vilja koma til Íslands með þennan spítala vegna þess að hann á ekki að nýta sér íslenska sérþekkingu, hann á ekki að nota sér íslenska lækna, þannig að þeir eru ekki að koma hingað til þess að nýta sér íslenska hæfileika af þessu sviði. Nú ekki er það vegna þess að spítalan væri nálægt í þeim sjúklingum sem hann ætti að þjóna, vegna þess að það er að fljúga þeim inn og fljúga þeim tilbaka aftur. Þannig að það læðist að manni sá grunur að ein af ástæðunum fyrir því að þeir vilja koma hingað sé akkúrat það sem að landlæknir var að tala að hér sé ekki til staðar þau lög eða þær reglur sem gefi stjórnvöldum möguleika að því að halda svona starfsemi innan banda. Hvað viltu sjá að verði gert? Nú er þetta náttúrulega lendir þetta í fanginu á stjórnvöldum, þetta lendir í fanginu á löggjafanum og löggjafinni svo sannarlega þau tæki sem til þarf til að koma í veg fyrir að svona spítali rísi ef það er álit manna að þetta vegi gegn þjóðarinnar.
Segir Kári Stefánsson, segjum þetta gott hérna úr Vatnsmýrinni og yfir til þín, Telma. Hollenskt fyrirtæki sem ætlar að fjármagna einkasjúkrahús í Mosfellsbæ vill líka fjárfesta í íslenskum auðlindum samkvæmt vef fyrirtækisins. Dótturfyrirtæki þess á Íslandi til húsa hjá vélaverkstæði í Hafnarfirði. Fyrirtæki sem hefur fengið lóð fyrir einkasjúkrahús í Mosfellsbæ kemur einnig að sölu íbúða í Hafnarfirði. Hollenskt systurfélag þess vill fjárfesta í íslenskum auðlindum. Áætlanir fjárfesta að reisa einkasjúkrahús álíka dýrt nýjum Landspítala í Mosfellsbæ hafa vakið mikla athygli eftir að bæjarstjórinn samdi við þá fyrir helgi að úthluta þeim lóð undir sjúkrahúsið. Aðalforsvarsmaður fjárfestingarinnar, hollendingurinn Henry Middledorp, fer fyrir íslensku fyrirtæki sem forsvarsmenn segja verið mestu í eigu hollensks félags, Burbanks Holding, en Gunnar Ármannsson lögmaður og íslenskt vélaverkstæði eigi 1% hvor. Í samkomulagi sem bæjarstjórinn í Mosfellsbæ og forsvarsmaður fjárfesta undirrituðu fyrir helgi kemur fram að fyrirtækið sem fær lóðina undir sjúkrahúsið, MCPB EHF, sé til húsa að Melabraut í Hafnarfirði, í sama húsi og VHE vélaverkstæði sem áður hét vélaverkstæði Hjalta Einarssonar. Framkvæmdastjóri VHE vildi í símtali í dag ekki staðfesta upplýsingar þess efnis að vélaverkstæðið ætti 1% hlut í fjárfestingunni. Þegar fréttamaður spurði í afgreiðslu vélaverkstæðisins hvort MCPB hefði skrifstofur þar, var kallað í áðurnefndan lögmann Gunnar Ármannsson sem hefur þar skrifstofu sem innanhús lögmaður vélaverkstæðisins og segist koma að sjúkrahúsfjárfestingunni sem starfsmaður þess og fjárfestir. Á vefsíðu hollenska félagsins Burbank Holding sem virðist vera megin fjárfestirinn eru takmarkaður upplýsingar starfsemi þess en þar tengillinn á vef annars hollensks félags Burbanks Capital sem fjárfestarnir segja að sé í fullri eigu Burbanks Holding og komið til með að fjármagna einkasjúkrahúsið með láni til Íslands. Á vef Burbanks Capital eru vísanir í Ísland fyrirferðarmiklar. Fjárfestingaverkefnin sem þar eru talin upp fyrir utan heilbrigðisþjónustu eru nýting á ferskvatni. Þar íslenska vatnið sagt vera það besta í heimi, á Íslandi sé nóg af ókeypis drykkjarvatni. Þá talin upp fjárfesting í sjálfbæri orku og Ísland nokkru sinnum nefnt á nafn og sagt að fyrirtækið hafi samið við bandaríska fyrirtækið Silicor Materials sem áformar að reisa verksmiðju á Grundartanga í Hvalfirði. Að lokum tengillinn á þriðju vefsíðuna þar sem lýst fjárfestingum í fasteignum við Norðurbakka í Hafnarfirði undir merkjum MCPB Real Estate sem sagt vera vörumerki á vegum MCPB EHF, félagsins sem ætlar að reisa sjúkrahúsið. Hollendingurinn sem vill byggja einkasjúkrahús í Mosfellsbæ vildi kaupa vatn af Hafnarfjarðarbæ sem nemur fjórfaldri vatnsnotkun bæjarins. Hollenski fjárfesturinn sem vill byggja einkasjúkrahús í Mosfellsbæ vildi í sumar gera samning við Hafnarfjarðarbæ aðgang að vatnskerfi sveitarfélagsins sem hljóðaði upp á rúmlega fjórfalda vatnsnotkun Hafnarfjarðar. Þar Gunnar Atli Gunnarsson sem veit meira. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ undirritaði fyrir helgi samning við fyrirtækið MCPB EHF úthlutun lóðar í bæjarfélaginu undir 30.000 fermetra einkasjúkrahús. Að sögn Henry Middledorp stjórnarformanns MCPB verður framkvæmdin fjármögnuð með láni frá hollenska félaginu Burbanks Holding í gegnum annað hollenskt félag Burbanks Capital. Lánið verður veitt til MCPB með veði í spítalanum. Sjálfur á Middledorp 51% í Burbanks Holding en félagið á svo 98% í MCPB. Fjármagnið sem fara í spítalan sé hins vegar ekki í hans eigu, heldur í eigu fjárfesta en sé í eignarstýringu hjá Burbanks Holding. MCPB hefur þó verið að vinna í fleiri verkefnum hér á landi. Fréttastofa hefur áreiðanlegar heimildir fyrir því að Middledorp hafi komið á fund bæjaryfirvalda í Hafnarfirði í sumar. Þar hafa hann óskað eftir að gera samning við sveitarfélagið að fyrirtæki fengi aðgang að vatnskerfi sveitarfélagsins. Áður en nokkurs konar niðurstaða samkomulag lá fyrir í þeim viðræðum óskaði Middledorp eftir fundi með bæjarstjóra Hafnarfjarðar og fleiri stjórnendum sveitarfélagsins. Á þann fund mætti Middledorp með samning þess efnis að Hafnarfjarðarbær selji fyrirtækinu 500 lítra af vatni á sekúndu. Til að setja þessa tölu í samhengi þá notar Hafnarfjarðarbær 120 lítra af vatni á sekúndu og því ræða rúmlega fjórfalt það magn. Þá notar höfuðborgarsvæðið í heild rúmlega 700 lítra af neysluvatni á sekúndu. Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði tóku beiðni hans að samningurinn yrði undirritaður á staðnum mjög fálega. Var þeirri beiðni síðan hafnað og hafa engar viðræður átt sér stað málið eftir það. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu sýndi
síndi Mittildorp ekki fram á nein gögn í viðræðum sínum við Hafnarfjarðarbæ til að mynda hvort og hvernig búið væri að fjármagna verkefnið. Þó kom fram í samtölum hans við embættismenn að hann hefði í hyggju að flytja vatnið til útlanda. Mittildorp staðfesti í samtali við Fréttastofu í dag að hann hefði óskað eftir þessum viðræðum við bæjarfélagið. Hann sagði þó Hafnarfjarðarbæ ekki hafa unnið heimavinnuna sína eins og hann orðaði það og því hefði fyrirtækið ákveðið að einbeita sér að uppbyggingu sjúkrahússins í Mosfellsbæ.